Í dæmi 3 er ég með jöfnunheppi og ég er með tvær jöfnur og ég þarf að finna gildin fyrir x og y. Hér sé ég að mér langar rosalega að geta eytt út annar hvorri stærðinni, annarkvort x eða y og einbeitt mér á þeirri sem að eftir verður. Til þess að geta gert það þarf ég að láta fjölda til dæmis x-gildana vera sá sami í efri jöfnunni og neðri nema þó þannig að annað af þeim verður að vera mínus. Og ef ég sýni ykkur þetta aðeins betur, þá get ég til dæmis tekið þessa hérna jöfnu. Við getum margfaldað hana með -2. Þá verður jöfnunheppið svona útlítandi. Þessi sem er uppi, hún breytist ekki neitt. En þessi neðri, hún er þá orðin -2x plus 4y jafnt og -8. Og þá sjáum við að x-in, þau eru hann jafnmörg nema að annað þeirra er í mínus. Og þá eyðist það út. Og eftir stendur bara að ég hef komið með 7y er jafnt og -3. Y er þá jafnt og -3 sjöundu. Og þetta er þá fyrra svarið mitt. Og þessa stærð þarf ég að setja inn í eitthvað af þessum jöfnum sem ég er með hér. Og ég ætla bara að velja fyrstu jöfnuna mína. Hún lítur þá svona út í upphafi. Og nú ætla ég að setja gildi fyrir y inn í þessa jöfnu. Svona. Og þá fæ ég 2x mínus 9 sjöundu jafnt og 5. 2x jafnt og 5 plus 9 sjöundu. Skulum færa okkur hingað. Þannig að 2x jafnt og 6 og 2 sjöundu og x er þá jafnt og 6 og 2 sjöundu deilt með 2 og x jafnt og 3 og 1 sjöundi. Þetta er þá seinna svarið okkar. Þá getum við ekki reiknað meira út.